12 mínútur yfir 5, biðjumst velvirðingar ykkur á því, en fundur settur. Vegna sérstakra aðstæðna hér núna og vegna Landsþings Íslenskra sveitarfélaga sem fer fram á Akureyri eru kjörin forseti, 1. og 2. varaforseti fjarverandi og í samræmi við ákvæði 7. grein samþykkta stjórn Mosfellsbæjar þá gegnir aldursforseti störfum forseta við slíkar aðstæður nema bæjarstjórn ákveður 12 mínútur yfir 5, biðjumst velvirðingar ykkur á því, en fundur settur. Vegna sérstakra aðstæðna hér núna og vegna Landsþings Íslenskra sveitarfélaga sem fer fram á Akureyri eru kjörin forseti, 1. og 2. varaforseti fjarverandi og í samræmi við ákvæði 7. grein samþykkta stjórn Mosfellsbæjar þá gegnir aldursforseti störfum forseta við slíkar aðstæður nema bæjarstjórn ákveður 12 mínútur yfir 5, biðjumst velvirðingar ykkur á því, en fundur settur. Vegna sérstakra aðstæðna hér núna og vegna Landsþings Íslenskra sveitarfélaga sem fer fram á Akureyri eru kjörin forseti, 1. og 2. varaforseti fjarverandi og í samræmi við ákvæði 7. grein samþykkta stjórn Mosfellsbæjar þá gegnir aldursforseti störfum forseta við slíkar aðstæður nema bæjarstjórn ákveður 12 mínútur yfir 5, biðjumst velvirðingar ykkur á því, en fundur settur. Vegna sérstakra aðstæðna hér núna og vegna Landsþings Íslenskra sveitarfélaga sem fer fram á Akureyri eru kjörin forseti, 1. og 2. varaforseti fjarverandi og í samræmi við ákvæði 7. grein samþykkta stjórn Mosfellsbæjar þá gegnir aldursforseti störfum forseta við slíkar aðstæður nema bæjarstjórn ákveður 12 mínútur yfir 5, biðjumst velvirðingar ykkur á því, en fundur settur. Vegna sérstakra aðstæðna hér núna og vegna Landsþings Íslenskra sveitarfélaga sem fer fram á Akureyri eru kjörin forseti, 1. og 2. varaforseti fjarverandi og í samræmi við ákvæði 7. grein samþykkta stjórn Mosfellsbæjar þá gegnir aldursforseti störfum forseta við slíkar aðstæður nema Mestu máli eða aðalmáli bara varðandi starfsemina þarna sú lyktarmengun sem við höfum búið við árum saman. Stjórnendur Sorpu komu til okkar á þessum fundi og kynntu fyrir okkur á fundinum áætlanir sínar að hætta urðun á lífrænum úrgangi. Að þeirra sögn mun það leysa lyktarmengunina. En bara svo það sé sagt og við viljum bara ítreka það að við munum fylgja þessu máli vel eftir og auðvita á þetta að vera sameiginlegt verkefni allra sveitarfélagana að finna lausn á þessu. En við erum auðvitað í bakgarðinum og þetta hefur mikil áhrif á okkur sem og auðvitað alla aðra bara sem umhverfismál. Ég þó bjartsýn á gott samstarf og við nýja stjórnendur Sorpu og nýja stjórn og ég vildi bara vekja athygli á þessu að við ætlum að fylgjast með og passa upp á þetta. Takk fyrir. Takk fyrir það. Það fulltrúi alla. Það fleiri sem vilja tjá sig þetta mál. Gjör svo vel. Dagný Kristinsdóttir fyrirgefðu. Virðulegur forseti, ég ætlaði bara að taka undir með Höllu Karin. Við áttum núna í bæjarráðum daginn bara fengum mjög góða kynningu frá stjórnendum Sorpu og ég held að við höfum alveg komið þeim skilaboðum framfæra að þetta er mikilvægt mál fyrir okkur. Þannig ég vildi líka fá að taka undir það. Takk fyrir það. Fleiri sem vilja tjá sig fjórða mál. Það eru fleiri mál, 3 önnur mál á dagskrá, einhver sem vilja tjá sig þau mál. Svo virðist ekki vera. Þá ber ég hér fundargerð nr. 1549 fundi bæjarráðs upp undir atkvæði. Þeir sem samþykkja fundargerðina gefa merki. Hún samþykkt með öllum atkvæðum. Þá það bæjarráð nr. 1550. Fundur nr. 1550, hann fór fram 22. september. Á fundinu voru 5 mál á dagskrá og sjónarmunur
Sævar, gjörðu svo vel. Það viltu við Sævar. Forseti, það eru bæjarfulltrúar. Ég kemur fyrir máli 2.1, Kvíslaskóli, framkvæmdir. Og náttúrulega þekkja allir á stöðu sem er uppi í Kvíslaskóla. Náttúrulega engin óskastaða, en það er náttúrulega oft í svona framkvæmdum að það getur verið erfitt að áætla umfangið í upphafi og það lítur út fyrir að þetta verði meira krefjandi verkefni heldur en gert var ráð fyrir í fyrstu. Það stóð náttúrulega vonist til að það var hægt að hefja kennslu í þessum færanlegu kennslustofum í byrjun mánaðarins. Það gekk því miður ekki upp, en núna er komin úttekt af fyrstu 4 stofunum og vonandi að vera hægt að klára það sem eftir eru bara sem allra fyrst, þannig að það eru gleðitíðindi. Nú, það verður að segjast að það hefur verið leyst vel úr þeim vandamálum sem komið hafa upp hverju sinni. Það hefur verið leyst úr þeim bara mikilli þrautseigju og starfsfólk hefur komist í gegnum hvert skaflinn, hvert krefjandi verkefni að fætir öðru og þau eru náttúrulega bara mikið hrós skilið fyrir þeirra vinnu, þeirra framlag. Það er að sjálfsögðu bara ósk allra bæjarbúa og þeirra sem hluta eiga máli að skólastarf geti farið í eðlilegt horf sem allra fyrst og að frekara rask verði í lágmarki. En sem endranær er mikilvægt, sem sagt hefur verið áður, að staðið sé vel að upplýsingagjöf. Það skiptir miklu máli og við rauninni bara undirstrykkum það aftur. Takk fyrir. Takk fyrir það, Sævar. Dagný, ætlaðu þú að tala um þessa máli, gjörðu svo vel, Dagný. Forseti, ég er nú bara sammála, bara taka undir sem Sævar sagði og ég vil nefna það að bærinn hefur staðið sig vel í þessum framkvæmdum. Þetta eru stórar og miklar framkvæmdir og þegar við berum saman framkvæmdir til þessum öðrum skólum og sveitarfélögum og þá er þetta að ganga mjög hratt fyrir sig og það er mikið að gerast. Fyrir 4 vikum hefur komið hér upp og lagði fram bókun um mikilvægi þess að nemendur og starfsmenn í Kvíslaskóla fengi heitan mat í hádeginu og vel var tekið undir bókunum og henni vísað til bæjarráðs. Núna er mánuði liðin og bókunin verkefni tekið fyrir í bæjarráði og nemendur þeirra nærast á núlísútum og samlokum og foreldrar greiða 1000 kalla í hverri viku og eru margir í þeirri stöðu að þetta er íþyngjandi fjárhagslega. Og í kynningu fyrir bæjarráði síðustu viku kom fram að framkvæmdir neðri hæðinni gengju ekki eins hratt og búist var við eins og kom fram með máli Sævars og það er þetta bara mikið verk. Þannig að það er alveg ljóst að mötunefndin verður ekki starfhæft langt fram eftir vetri eða jafnvel bara í alla vetur. Því langar mér svolítið að vita hvar þetta mál stendur, hver eru kröfur bæjarins varðandi mötunefndismálin í skólunum. Við vitum að aðrir skólar hafa getað komið til móts við sína nemendur og við þurfum líka að horfa raskið í húsinu og raskið gagnvart nemendum og starfsfólki. Og mér finnst það mikilvægt að bærinn gerir allt sem hann getur til að mæta fólki eins og hægt. Þannig að við erum svolítið fórnast þennan mállista. Já, hér er beint spurningu hér. Viltu svara þessu? Þannig gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, varðandi spurninguna þína, þá er ég ekki með skýr svör hvenær, en ég heyrði það að leið og núna klósettin verða tekið inn í notkun á fyrstu hæðinni og lyftan, að þá mun verða möguleiki á að koma með matarbakka til allar krakkana og þá ætlum við að finna skynsama lausn þarna uppi á opna svæðinu til þess að hafa þar borð og stóla til að borða, sem við væntanlega erum líka að gera núna. Þannig að við skulum bara fara í það mál að kynna okkur akkurat hvenær það mun gerast. Ég er ekki með dagsetningar á því, en það er að fara að koma, er í vinnslu, eins og við segjum. En klárlega skiptir þetta máli, klárlega. Það eru fleiri sem vilja tala um þetta mál, mál nr. 1. Svo er ekki. Þá er opið fyrir aðrar önnur mál sem á dagskrá voru. Það voru 5 mál á dagskrá, það eru 4 eftir. Svo virðist ekki vera. Þannig að
ég ber þá upp fundargerð bæjarráðs nr. 1550 þeir sem eru samþykkir við sá skeiðmerki. Það eru 11 hendur á lofti. Nú þá erum við komin að þriðja mál á dagskrá sem er umhverfisnefnd, fundur nr. 230, haldinn þriðjudaginn 13. september. Það eru 5 mál þar á dagskrá og ég gef orðlaust. Alla Karin gjör svo vel. Virðulegi forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Ég kem upp undir máli 3.2, það er að segja samgönguvika Mosfellsbær. Mér langaði, ég er eiginlega bara að koma hérna upp til þess að vekja athygli á því að þessi evrópska samgönguvika er ávallt haldin 16. til 22. september og í ár var yfirskriftin breyttar ferðavenjur og markmiðið er að hvetja fólk til umhugsunar eigin ferðavenjur og fjölga þeim sem ganga, hjóla eða nota almenningsvagna, sem náttúrulega klárlega mjög umhverfisvænt og við þurfum að huga betur að. Það sem ég er að koma hérna í pontið að tala, að mér langar kannski bara að minna bæjarbúa á og okkur sjálf sem erum hérna inni að nýta okkur vel vefinn mos.is því í þessari samgönguviku var ávallt sett inn einhver frétt á hverjum degi og ýtt undir svona einhver skemmtileg heit sem var að gerast hérna í Mosfellsbæ og bara minna á að nýta sér þetta. Svo gaman að hafa bæinn okkar líflegan og fjörugan og allan á iði. Og ég get nefnt sko það sem var gert, þarna var Dr. Bike kom hérna á torgið okkar og svo var eitthvað BMX þrautir og eitthvað svoleiðis og svo var frítt í strætó og svo vorum við að fór hérna hjólalest hérðan frá Mosfellsbæ að vígja stíg í Ellandal, samgöngustíg. Og svo var eitthvað svona í samstarfi við önnur sveitarfélög. Þannig að bara kannski að minna á þessa síðu okkar, mos.is og svo Facebook síðun okkar. Það er ávallt einhverjum skemmtilega fréttir og eitthvað í gangi. Takk fyrir. Takk fyrir það. Fyrir sem að vilja tjá sig samgönguvikuna. Svo ekki. Orðið laust aðra liði fundargerðarinnar. Það er enginn sem kveður sér hér ljós, þannig að ég ber þá upp fundargerð 230. fundar umhverfisnefndar, þeir sem eru samþykkir til að gefa merki. Það eru 11 hendur á lofti. Nú þá er hér 15 mál á dagskrá fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar, fundur nr. 324, haldinn þriðjudaginn 20. september. Það eru 3 mál þar á dagskrá og 1 trúnaðarmál. Fyrirgefið, það er rétt. Þetta er erfitt fyrir nýjan forseta hérna. Það er auðvitað mál nr. 4, það er menningar- og nýsköpunarnefnd. Fundur nr. 41 sem er næstur á dagskrá. Þar voru 3 mál á fundunum, hann var haldinn þriðjudaginn 13. september. 3 mál á dagskrá og ég gef orðlaust. Helga, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég kem hér undir máli 4.1. Já. Ég ætla bara að lýsa yfir ánægju yfir öllum þeim umsóknum sem bárust sýningar í Listasafninu. 52 umsóknir, yngsti 25 ára umsækjandinn og elsti 86 ára. Við erum verið stolt af því að það eru svona eftirsóknarvert að fá að halda sýningar í Listasafninu og bara gaman að sjá hversu margar umsóknir bárust. Takk. Sammála því, takk fyrir, alla, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir bæjarfulltrúar, ég er eiginlega bara komin hérna upp að sömu ástæði fyrir 4.1. Ætlaði einmitt að vekja athygli á þessu sem hún Helga gerði svo vel, að það er algjörlega fagnaðarerindi
hvað er mikil eftirspurn og það er greinilega mjög spennandi ár framundan og listasalurinn okkar og bókasafnið er greinilega og ásamt bara menningarmálanefndinni að standa sig vel. Bara takk fyrir. Takk fyrir það. Fleiri sem að vilja tjá sig mál 4.1. Svo er ekki önnur mál í þessari fundargerð. Það er ekki heldur. Þá ber ég fundargerð 41. fundargerðar menningar- og nýsköpunarnefndar undir atkvæði, þeir sem eru sammála, sem gefa því atkvæði, gefa merkið. Það er 11 hendur á lofti. Þá er það 5. mál á dagskrá og það er fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar, fundur númer 324, haldinn þriðjudaginn 20. september. Þar voru 3 mál á dagskrá, almenn mál og 1 trúnaðarmál. Við höfum hér til umfjöllunar þá 3 mál í þessari fundargerð og ég gef orðið laust. Helga, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég kem hér undir máli 5.2. En í því máli fylgir samantekt fyrirkomulag þjónustu við eldri borgara. Mjög góð samantekt sem hefur komið fram undir öðrum málum hér á þessu kjörtímabili, en ég sakna þess að tölur í samantektinni hafa ekki verið uppfærðar. Samantektin er góð en það eru tölur þarna frá 2018 og 2019 og það þarf að uppfæra og benda á að ég sakna þess. Takk fyrir. Takk fyrir það. Ólafur, formaður nefndarinnar, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, þetta er náttúrulega hárrétt, þessar tölur hafa ekki verið uppfærðar, það er því að raunverulega en við ræddum það á þessum fundi að það væri nauðsynlegt að uppfæra þessar tölur, raunverulega gera þessa greiningu. Raunverulega er þetta bara greining, það er greining á þjónustunni, það er sem raunverulega kemur fram hvernig hún er veitt, hver veitir hana, hver ber ábyrgð á henni og svo framvegis. Og þetta er dálítið flókið mál og ástæðan fyrir því að þetta var tekið fyrir, það var fyrsta lagi það er ákveðna breytingar sem er að verða á samþættingu þjónustunnar af hálfu þess aðila sem sér hana fyrir hönd Mosfellsbæjar. Og þetta var líka mjög gott að taka þessa greiningu vegna þess að hún lýsir mjög vel þessari starfsemi og í nefndinni eru nánast allir nýir nema formaðurinn. Þannig að það var ágætt að kynna þetta þar, þannig að fín upplifun. En þetta var sem sagt rætt og ég mæli eindregið með það er ekki bara tölur sem þarf uppfæra, það er líka raunverulega framkvæmdin á ýmsum stigum sem hefur breyst. Og það þarf að taka þetta og við munum taka það aftur fyrir það. Væntanlega þegar kemur þessi skýrsla næst, þá verður hún endurskoðuð og uppfært. Takk. Takk fyrir það, Ólafur. Fleiri sem vilja þessu máls? Svo er ekki. Þá er það 2 önnur mál á dagskrá, var þau laust. Helga, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég kem hér undir máli 5.3. Þar fylgir fínt skjal uppbyggingaráætlun. En ég sakna þess að sé ekki skýringar hvað felur þessi uppbyggingaráætlun í sér. Það eru tölur og það eru heiti, en hvað felur þetta í sér? Hvaða kostnaður er þarna innifalinn í því sem þarna kemur fram? Takk. Ólafur, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ljúft og skylt að fara í gegnum þetta. Ég áttaði mig strax á því líka þegar ég sá þessar tölur á þessu blaði að þetta var ekkert ljóst, þannig að raunverulega skýringar að koma fram á þessum ágæta fundi sem við erum að afgreiða núna. Og þarna er verið að þessar tölur sem þarna eru settar á blað er rekstrarkostnaðurinn við þessa íbúðakjarna sem væntanlegir eru. Og þið sjáið að þetta er skipt á nokkur ár og þetta er sérst líka eftir kjöfnum. Þannig að þið sjáið að fyrsta árið þarna, ég man rétt að var 235 milljónir. Að það er þá fyrsta árið sem kostar að reka þennan kjarna sem verður í væntanlegir upp í Helgafelli.
og í 5. áfanga Helgavíkurskóla. En aðrir kjarnar hefur ekki verið, ekki eins langt komnir, það ekki komin staðsetning á það. En það svona nokkurn veginn gert ráð fyrir hvað umfang rekstrarins verður og tölurnar eru byggðar á svona rýndum tölum úr Reykjavík sem er bara með mjög gott batteri og heldur mjög vel utan þannig að við svona reiknum með að þessar tölur séu svona á verðlagi dagsins í dag nokkuð nærri lagi það hvað kostar að reka þessa kjarna. Þannig að þetta eru, sem þið sjáið að þetta summar síðan upp eftir árum eftir því sem að kjarnanum fjölgar að þá hækkar samtölurnar og semst rekstrarkostnaður og enda þá væntanlega í, ég man ekki hvað ákvölda 2029 og þá er hann í 1,5 milljarð sem þetta kostar. Þannig að þetta er gífurlega mikil uppbygging og verður bara töluvert mikið verkefni fyrir sveitarfélag eins og Mosfellsbær. Takk fyrir. Hallóður. Fleiri sem vilja ræða þetta mál. Svo er ekki. Einhver sem vilja taka þá síðasta máli sem var mál númer 5.1. Svo er ekki. Þá ber ég upp fundargerð 324. fundar fjölskyldunefndar undir atkvæði þeir sem að samþykkja gefa merki fyrir 11 atkvæði. Þá er það hér næst fundargerð fræðslunefndar, fundur nr. 410. Hann var haldinn miðvikudaginn 21. september. Það eru 4 mál á dagskrá. Ég gef orðið Gjörðu svo vel. Það er Elín Anna fyrir C-lista. Forseti, bæjarfulltrúar. Gaman að vera með þetta. Ég ætla að koma undir liðið 6.1, skólapúlsinn foreldrakönnun. Við fræðslunefndin fengum afar greiningu og kynningu frá honum Kristjáni sem framkvæmdastjóri skólapúlsins á helstu niðurstöðum, hvernig könnunin er uppbyggð og hvernig má nýta þessar niðurstöður. Það er fyrst og fremst afar ánægjulegt að hér í Mosfellsbæ séum við komin með sameiginlega mælikvarða inn í alla skólana. Það hefur nefnilega ekki alltaf verið þannig. Og mér finnst fátt mikilvægara en að við nýtum þessu tól og tæki til þess að gera sífellt betur. Það vill nefnilega stundum vera þannig að tala sé svona kannanir sem eitthvað slæmt, að það sé ekki gott að vera að bera saman skólastofnanir okkar og fleira í þeim fyrir. En þetta er akkúrat það sem við þurfum. Við þurfum að greina áskoranir og tækifæri sem við höfum í stofnunum með því að leiðarljósi að gera betur. Með því að bera saman skólana hafa skólinni líka tækifæri til þess að læra hver af þeim. Og það hlýtur að vera jákvætt að við þurfum ekki alltaf að vera að finna upp hjólið. Þeir spegla skólastarfið sitt, þeir búa sér til sínar umbótaráætlanir og setja þetta inn í starfið, þannig að þetta er þeirra verkfræði og undirstaðan því að við getum gert betur inn í skólanum. Að lokum þá langaði mig síðan að kasta þessum fyrir kosmosið, það skiptir að horfa þig hér líka, en við mættum alveg vera betri að svara þessum könnunum. Og bara almennt bara hvetja fólk í kringum ykkur, hvetja fólk inn í skólanum, hvetja foreldra og svo framvegis, að því betri svörin sem við fáum út úr könnunum, því bara marktækari niðurstöður fáum við og getum gripið milli marktækari aðgerða. Hvet fólk til þess, allir svara næst. Takk fyrir þetta, Elín Anna. Það er fulltrúi einhverju fleiri sem vilja ræða skólapúlsinn. Svo er ekki. Þá er orðið laust aðrar. Gjörðu svo vel, Sævar. Forseti, það er bæjarfulltrúar. Ég kemur í máli 6.3, hönnunarsmiðja, sem er innsent bréf til fræðslunefndar. Það er að sjálfsögðu, svona bara fyrir það fyrst að nefna, að það er alltaf ánægjulegt þegar við fáum góðar hugmyndir inn, þegar það berast líkt og þessi sem barst frá Kvíslar og Varmárskóla, varðandi hönnunarsmiðju. Eins og stendur í bókunni þá getur við öll verið sammála það að hönnunarsmiðja sé að einhverju eða öllu leyti í takt við stefnu þeirra flokka sem sitja í bæjarstjórn Mosfellsbæjar á yfirstandandi kjörtímabili. Þannig að það er ekki við öðru að búa sem heldur hægt sé að sameinast verkefnið í sjálfu sér. Þetta er í anda þeirra hugmynda sem að ræddar hafi verið hérna áður á borð við Fab Lab og fleiri þeim dúr.
þetta er eitthvað sem er starfrækt víðsvegar um landið með góðum árangri, þannig að reynslan er klárlega til staðar sem hægt er að byggja á og nýta sér. Þannig að við munum að sjálfsögðu skoða þetta alvarlega og meta út frá hagkvæmni hvað varðar staðsetningu og svona fyrst og fremst bara hvernig við getum nýtt svona aðstöðu sem best. Hvernig þetta kemur sér best út fyrir bæinn í heild sinni og þá er verið að hugsa tengingu við atvinnulífið og ýmsa þætti í þeim dúr. Þannig að þetta er vissulega brýnt verkefni og við munum klárlega að taka það föstum tökum og já, þetta er sem sagt eitthvað sem við munum bara taka til skoðunar og setja í góðan farveg. Takk fyrir það. Einhver fleiri sem vilja þá segja þetta mál. Helga Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Sama máli og síðasti ræðmaður hér að fagna þessari tillögu. Tillögunni er vísað til frístundasviðs en við höfum fulltrúar D-listans lögðu fram álíka tillögu áður og ég held að hún hafi farið til menningar- og nýsköpunarnefndar. Spurning hvort að þessar tillögur séu ekki svipaðar að fara í sömu meðferð. Sama aðila. Já, Snævar, gjörðu svo vel. Takk fyrir spurninguna. Til að svara því þá er þetta verkefni sem að svona samtvinnar ýmis atriði, bara eins og til dæmis þarna, það var vísað til fræðslu og frístundasvið sem náttúrulega hugsa tenginguna við skólana. Þetta er náttúrulega innsent bréf frá skóla og varðandi tenginguna við atvinnulífið þá kemur náttúrulega önnur nefnd þarna inn sem að þá tengist þessu máli sem þú varst að bæjarfulltrúar að vísa til og þetta er eitthvað sem að við þurfum að finna einhver lausn sem hægt er að nýta sem best frá báðum áttum. Þannig að þetta er eitthvað sem að hægt er að taka til umræði í bæði fræðslunefnd sem hefur verið gert og svo nefnd sem að mun heita atvinnu- og nýsköpunarnefnd. Þannig að kemur inn á bæði sviðin en það er rauninni varðandi farveg innan stjórnsýslunar þá þarf kannski að svona móta það aðeins betur hvar við myndum staðsetja svona mál þar. Það er rauninni bara í vinnslu eins og þessi nefnd sem hefur nefnt. Takk fyrir það. Orðið er ennþá laust fundargerðina. Það er ekki fleiri sem að, jú, gjörðu svo vel, Einanna. Ekki þessu máli, já. Þetta það sem ég allir búin með undir þessu, þannig að gjörðu svo vel. Ég sést kem undir liðið 6.4, menntastefna Mosfellsbæjar. Það gladdi mig mikið, voru fleiri, sjá það síðastliðinn föstudag þar sem allt starfsfólk skóla og frístundastarfs fékk kynningu af menntastefnu Mosfellsbæjar, tæplega 500 manns. Það var ekki bara svona post-covid-gleði að allir mætti koma saman og halda starfstæðum fyrir þetta fólk, heldur það að nú sjáum við stefnuna sem fór að vinna síðastliðin ár, fara inn í þessum mikilvæga stofnunum og líkna þar við. Það var mikið starf unni á síðasta kjörtímabili við að setja saman stefnuna, það var haldnir ýmsir fundir, viðtöl voru tekin og gögn voru safnað, foreldrar, íbúar bæjarins, starfsmenn, kjörnir fulltrúar og börnin sjálf tóku þátt í þessu verkefni og markmiðið var að fanga menntamálin okkar á sem bestan hátt. Það segir sér nokkuð sjálft að þegar þetta er sett saman stefna sem er svona víðtæk og nær til margra þátta að þá er mikilvægt að setja niður góða aðgerðaáætlun í framhaldinu. Fyrstu drög að aðgerðaáætlun litu dagsins ljós og núna er boltinn út í skólunum þar sem við vitum að fleiri hugmyndir munu kvikna og fleiri aðgerðir munu líta dagsins ljós með það markmiði að slípa aðgerðaáætlunina til. Hópur verður settur saman sem stýrir svo innleiðingunni byggt á fullmótaðri aðgerðaáætlun. Ég vildi því bara ítreka að þetta er eingöngu byrjunin á þessu stóra verkefni sem þessi innleiðing er fyrir stofnunum okkar og menntamálin í bænum og við bara hlökkum til fræðslunefnda að sjá þetta halda áfram með skóla.
Takk fyrir það. Ykkur fleiri sem vilja ræða mál nr. 64. Svo ekki. Þá bara eitt mál eftir á þessari fundargerð, 60. Er einhver sem vill tjá sig það? Ekki heldur. Þá ber ég fundargerð 410. fundar fræðslunefndar út í atkvæði. Þeir sem eru sammála gefa merki. Það 11 atkvæði. Þá það 7. mál á dagskrá. Það 572. fundur skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, haldinn föstudaginn 23. september. Þá eru þar 6 mál á dagskrá, pluss síðan kynning og afgreiðslu fundur byggingarfulltrúa, þar sem voru 6 mál. Ekki voru laust. Takk fyrir sér engin ljós. Þá ber ég fundargerð skipulagsnefndar nr. 572 til atkvæða. Þeir sem sammála gefa merki. Það eru 11 atkvæði. Þá ekki fleiri fundargerðir hér til samþykktar, heldur einungis fundargerðir til kynninga. Það hér fyrst afgreiðslufundur byggingarfulltrúa, 6 mál á dagskrá. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs og þá fundargerðin lögð fram. 9. mál á dagskrá hér til kynningar fundargerð 469, fundur Sorpu, haldinn 8. júlí 2022, 7 mál á dagskrá. Fundurinn var í fjarfundi. Kveður sér enginn hljóðs, þá fundargerð Sorpu lögð fram. Fundargerð nr. 402, fundur samstarfsnefndar skíðasvæðanna, haldinn 11. ágúst. Það fulltrúi sem gjörð svo vel. Forseti, ræðisvar, kem hér upp undir máli 10. Sem fulltrúi í þessari nefnd, samstarfsnefnd skíðasvæðanna. Líkt og margir vita, þá gerði sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu á milli síns samning að fjárfesta stórt skíðasvæðunum, Bláfjöll og Skálafelli á næstu 5 árum. Og við erum að tala ríflega 5 milljarða fjárfestingu sem skiptist niður á sveitarfélögin. Þar á Mosfellsbær 5,4% hluta meðan við íbúafjöldan í dag. Og bara svona upplýsa með stöðuna á framkvæmdunum, þá gengur þetta afskaplega vel og það eru sem sagt 2 stóllyftur í Bláfjöllum langt komnar, kóngur og drottning, og það eru allar líkur á að þær verði opnaðar í vetur, sem mjög ánægjulegt. Það sem ennþá ánægjulegra að allar áætlanir, fjárhagsáætlanir hafa staðist hingað til og vel það. Það alltaf gleðitíðindi þegar það ekki farið fram með. Til viðbótar þá var samþykkt að setja 120 milljónir í uppbyggingu á aðstöðu fyrir skíðagöngu í Bláfjöllum og Skálafelli. Og svona fyrir okkur Mosfellinga þá það náttúrulega hagsmunamál, mikið hagsmunamál, að aðstæðan í Skálafelli verði bætt stórlega vegna nálægðar við svæðið. Og það áætlun að fara í heilmiklar framkvæmdir á innviðum þar sem eru bara gleðitíðindi og löngu tímabært. Þannig að það eru spennandi tímar framöndan fyrir skíðaáhuga fólk á höfuðborgarsvæðinu. Takk fyrir þetta, Sævar. Einhverju fleiri sem vilja tjá sig þessa fundargerð? Svo ekki. Þá hún lögð fram. Þá hér aftur næsti fundur samstarfsnefndar skíðasvæðanna, fundur nr. 403, haldinn 18. ágúst og sá fundur var haldinn í Bláfjöllum. Einhver sem vill ræða þá fundargerð? Svo ekki. Þá sú fundargerð lögð fram. Næst það fundargerð nr. 544 hjá stjórn SSH. Fundur haldinn 12. september, þar voru 11 mál á dagskrá. Orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs og fundargerðin lögð fram.
Því næst það fundargerð 4. fundar stefnuráðs byggðasamlaganna, haldinn 13. september. Þar voru 4 mál á dagskrá. Það enginn sem kveður sér hljóðs og fundargerðin lögð fram. Og þá það aftur samstarfsnefnd skíðasvæðanna. Það hefur verið mikið að vera meðan ekki snjór. En það var fundur nr. 404, haldinn 13. september, 14. september. Þar voru 4 mál á dagskrá. Orðið laust. Það kveður sér enginn hljóðs og fundargerðin lögð fram. Þá það fundargerð 109 fund svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins. Það var haldið 16. september og 6 mál á dagskrá. Það kveður sér enginn hljóðs og fundargerð því lögð fram. Það eru ekki fleiri mál á dagskrá á þessum bæjarstjórnarfundi og því umræðan lokið. Ég þakka kærlega fyrir fundarsetu, gott fólk og ég sé fundi slitið klukkan 17:48.